Þá koma öðru lið á dagskrá, vitundavakning í viðhaldi íslenskunnar, til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það, forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Hvenær verður vandi að krísu, spyr ég núna í pistli sem ég birti fyrir þessa umræðu hér í dag. Tökum fyrsta dæmi, strákur fer í grunnskóla og við útskrift gæti hann orðið einn af hverjum 2 strákum sem getur ekki lesið til gagns. Eða einn af hverjum 3 sem nær ekki grunnhæfni í stærðfræðilæsi eða læsi á náttúruvísindi. Er það vandi eða er það krísa? Að íslensk leikskólabörn séu ofta farin að spjalla sína milli á ensku, telja á ensku, þekkja litina á ensku. Er það vandi eða er það krísa? Og ég held reyndar að samfélagi sé farið að tala skýrt í þessum efnum. Við stöndum frammi fyrir krísu og við verðum að fara að finna einhvern annan kúrs. Menntakerfið okkar er að sjálfsögðu mikið í umræðinni, enda treystum við á það. Skólanir eru algjör grunnstóð í þjóðfélaginu, en þó að menntakerfið okkar og fagfólkið okkar geti tekist á við ýmiss konar vanda og geri á hverjum degi, þá munum við ekki geta tekist á við krísu nema með því að virkja allt samfélagið. Og þegar kemur að því að efla orðaforða eða málþroska og læsi, þá hafa skólanir svo sannarlega þýðingamiklu hlutverki að gegna, en nám barna í skólum er samt bara brot af öllu þeirra námi. Það eru foreldrarnir og fjölskyldan sem eru fyrstu kennararnir og þess vegna er mikilvægt að við séum öll meðvituð hlutverk okkar í þroska og námi barnanna. Og það er margt sem foreldrar geta gert í þessum efnum og margt sem að fagfólkið okkar hefur bent okkur á. Við vitum að það skiptir máli að lesa oft fyrir börn. Lesturinn getur aukið bæði orðaforða og eflir bernskulæsi. Og í veröld dagsins í dag, þar sem skjárinn keppir stöðugt athyglina, þá er það hreinlega dýrmætt á svo margan hátt þegar foreldrar gefa sér tíma til að setjast niður á kvöldin, slökkva á farsímanum og lesa kvöldsöguna. En þetta snýst ekki bara bóklestur. Þetta snýst líka bara það að við gefum okkur hreinlega tíma til að tala við börnin okkar, spyrjum, ræðum og notum fjölbreyttan orðaforða. En ég ætlaði svo sem ekki að hafa þessa tölu mikið lengri, að því að tillagan sem ég ætla að leggja hér fram, hún er nokkuð ítarleg og vonandi skýrir hún sig sjálf og hún hljóðar svona. Það er að segja tillagan. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að sett verða af stað átaksverkefni hlutverk heimilanna þegar kemur að málþroska og læsi barna. Markmið átaksins er að skapa vitundavakningu meðal foreldra jákvæð áhrif lesturs fyrir málþroska barna og læsi. Einnig að vekja foreldra til umhugsunar mikilvægi þess að við gefum okkur góða stund á hverjum degi og tölum við börnin okkar. Þannig byggjum við upp góðan orðaforða, leggjum grunninn að læsi og aukum líkur á farsælu námi. Markmiðum verkefnisins er hægt að ná með fjölbreyttum leiðum, svo sem með skemmtilegum og áhugaverðum viðburðum fyrir alla fjölskylduna, með því að bæta bókakost í skólum eða með því að miðla hugleiðingum og annarri fræðslu til foreldra. Til þess að tryggja árangur verður óskað eftir tilnefningum í ráðgjafahóp sem fær það hlutverk að útbúa tillögur að dagskrá, kynningastarfi og eða öðrum leiðum og leggja fyrir bæjarráð til samþykktar. Nálgast ætti eftirfarandi aðila til möguleg samstarfs, Amtsbókasafnið á Akureyri, Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar, Menningafélag Akureyrar, Miðstöð skólaþróunar við HA, Samtaka, Foreldrafélag Grunnskóla Akureyrar, Netvís og Rithöfundasamband Íslands. Ráðgjafahópurinn verður einnig hvattur til að virkja fyrirtæki, félög, samtök og stofnanir til þátttöku og stuðnings, til dæmis með fjárframlögum eða annarri aðstoð. Þjónustu og menningarsviði verður falið að styðja við vinnu ráðgjafahópsins og fylgja eftir framkvæmd og stefnu verkefnisins. Lagt er til að veitt verði heimild sem nemur 6,5 milljón króna og er það framlag Akureyrarbæjar til verkefnisins. Og þar með lýkur
tillögunni, en ég vil kannski bara bæta þá einu við. Ég held að það sé mikilvægt að bærinn leggi til fjármagn í svona verkefni, enda ávinningurinn okkar og samfélagsins í heild ef árangur skila sér inn í starf skólana og það þetta okkar hlutverk að sjá til þess. Ég eins og að sannfærður að við munum fá mikið tilbaka ef við förum í svona átak og að okkur muni ganga vel að virkja aðra með okkur í þetta verkefni og að þetta verkefni geti sömuleiðis vakið jákvæða athygli á Akureyrarbæ og okkar störfum. Þetta málefni sem margir brenna fyrir og ég held að jarðvegurinn sé til staðar fyrir gjöfult samstarf. Hef það ekki lengra, takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má fyrir að vekja athygli á þessu svo mikla og mikilvæga máli sem að ég held að við öll hér inni getum verið sammála Ég held ég geti leyft mér að segja að það séu væntanlega fáir í þessum bæjarstjórnarsal sem að tengjast þessu máli jafn mikið eins og ég sjálf og brenn fyrir að börnunum okkar vegni sem best í lífinu og ég algjörlega á því að færni þeirra í máli eða tali og máli að það skipti bara höfumáli fyrir þau. Það alveg ljóst að það áskorun að ná til heimilanna og hvetja til aukins lesturs, samveru, spjalli og öðru því sem að bæjarfulltrúi Gunnar fór yfir. Og ég held að séu mjög mörg tækifæri í bænum okkar til þess að styðja við aukið læsi og bæjarfulltrúi Gunnar Már kemur ágætlega inn á það bæði í tillögunni og í greininni sem hann skrifar og vísaði í áðan og ég held að við höfum fjölmarga samstarfsaðila að málinu. Bókasafnið nefnir hann og skólana og fleira aðila, menningafélagið, fræðslu- og lýðheilsusvið og fleiri. Og ég held að sé bara engin vafi að við eigum að bæta okkur og sýna metnað. Ég hins vegar ekki á því að þetta sé leiðin að skipa þennan ráðgjafahóp. Mín skoðun sú að við eigum að vísa þessu máli í þá nefnd sem að ég tel að hafi mest með þetta mál að gera, sem fræðslu- og lýðheilsuráð og svo í framhaldinu að vinna það áfram og fylgja því eftir að efla starfið. Ég held til dæmis eins og skólabókasöfnin. Maður velti fyrir sér hvaða leiðir væri til dæmis hægt að fara þar. Hægt að hafa lengdan opnunartíma skólabókasafna einhverja daga í viku eða eitthvað og hvetja fjölskyldur og annað slíkt þess að koma þangað. Mér hefur fundist amtsbókasafni vera að gera góða hluti til þess að ná til okkar fullorðna fólksins með okkar lestur með því að hafa ýmsu svona skemmtilegu nálguninn á bara eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook. Og þannig að ég alveg klár á því að það fólk sem tilbúið í þetta verkefni og við eigum að fara í þetta saman
En ég held að við höfum að byrja á því að fá samtalið inn í fræðslu og lýðheilsuráði. Takk. Það er bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að vera ekki hjá því komist hér í upphafi að lofa það mikla kynningarátak sem bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson fór í að kynna þessa tillögu sína. Þá ekki síst það stórkostlega stutta myndband sem hann birti á samfélagsmiðlum þar sem hann les með miklum tilþrifum upp úr sögunni litla skrímslið og stóra skrímslið. Ég vil þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir það. En ég er hér komin upp til að lýsa yfir fullum stuðningi við þessa tillögu. Átaksverkefnum lestu fyrir börn á heimilum lofsvert og nauðsynlegt framtak sem snertir á bæði menntun og framtíð barnan okkar. Markmiðin að efla málþroska, læsi og framgang íslenskunnar eru öll óumdeild og afar mikilvæg. Og við vitum að lestur lykillinn og hann forsenda náms og rannsóknir sýna okkur að sterk lestrarmenning á heimilum skapa besta grunninn óháð efnahaga fjölskyldunar. Ég fagna þeim metnaði sem birti í síðastari tillögu og því víðtæka samstarfi sem boðað við hérna fjölbreyttu hagaðila sem framkoma. Ágætu bæjarfulltrúar. Til hlýðar við þessi metnaðarfullu tillögu verðum við hins vegar að horfast í augu við það sem mikilvægur raunveruleiki. Aðstaða foreldra til að sinna heimalestri afar misjöfn eftir þjóðfélagsstöðu. Samhliða því að tala að efla gæðastundir fjölskyldunar megum við ekki loka augunum fyrir þeim sem minnst hafa svigrúmið einmitt til þess. Og hér að ræða efnaminna fólk, hér að ræða fólk af erlendum uppruna og svo aðra berskjaldaða hópa. Og það einmitt þessum hópum sem þetta átak verður að þjóna einna best. Því áhersla á lestur og árangur í lestri getur jafna tækifæri þegar allir á botnin hvolft. Nái þessi tillaga fram að ganga eru skilaboð mín sem til þeirra sem að framkvæmdinni koma þessi. Við skulum leggja áherslu á jöfnuð og jöfn tækifæri við útfærsluna. Og mig langar að nefna, rétt eins og bæjarfulltrúi Lára Halldóra kom inn á hérna áðan, í þessu samhengi sérstaklega hlutverk bókasafna bæjarins. Bæði amtsbókasafnsins en ekki síður skólabókasafnina. Því að með því að efla þar bæði starfsfólk og bókakost hef ég mikla trú á því að átaki muni ná miklum árangri. Með slíkri áherslu tryggjum við að Akureyri sýni forystu í því að gera lestramenningu að rétti allra barna, óháð efnahag og uppruna. Og ég styð þessa tillögu eins og áður fram kom og ég mun fylgja því fast eftir að þessi jöfnunarsjónarmið verði höfð að leiðarljósi við framkvæmdina. Það er bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég ætla einnig að fá að hrósa Gunnari fyrir mikinn metnaði að hann leggur fram þessa tillögu. Eins og bæjarfulltrúi Sindri kom skýrt fram að það svolítið margir hlutir eftir að skoða á honum við framkvæmd tillöguna og bæjarfulltrúi Lára kom inn á það og myndi vísast til fræðslu og lýðheilsuráðs. En hugmyndin komin á stað. Gunnar búinn að skrifa flotta grein og búa til glæsilegt myndband. Ég veist ekki að þetta verður tekið vel fyrir í mínu ráði sem að við bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson sitjum í meðal annars. Þannig ég ætla bara að lesa upp tillögu að meirihluti bæjarstjórnar leggur til að umræðum tillöguna verði vísað til fræðslu og lýðheilsuráðs. Við ætlum einnig að bóka meirihlutin. Meirihluti bæjarstjórnar Akureyrar tekur undir mikilvægi þess að efla vitund foreldra og forráðamanna gildi lesturs og samskipta við börn til stuðnings málþroska og læsis. Það ábyrgð heimilanna að skóla, samfélagsins og alls að leggja grunn að góðum málþroska lestrarfærni barna. Í skólum Akureyrarbæjar unnið markvisst að eflingu læsis og mikilvægt að bæjaryfirvöld styðji áfram við skólasamfélagið í þeirri vinnu. Meirihluti bæjarstjórnar vísa málum til umræðu fræðslu og lýðheilsuráði og á samráðsfund skólastjórnenda þar sem hægt að greina betur með hvaða hætti bæjaryfirvöld geta stutt við eflingu læsis með virkri þátttöku fleiri aðila samfélagsins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, þakka fyrir fína umræði hérna og get svo sem tekið undir margt sem kemur fram í máli bæjarfulltrúar Láru Halldóru sem kemur hérna upp og talar mikilvægi þess að þetta fái umræðu inn í viðeigandi fagráði og ég hef alltaf verið hlynnt því að fagráðin fái að fjalla þeim mál sem þeim tengjast. Og ég held til dæmis að þetta mál hefði allan tíman ratað þar inn og sérstaklega þegar væri verið að tilgreina hver ætti að fara í þennan ráðgjafahóp. En brennt barn forðast pínu eldinn og að vísa í eitthvað samtal inn í nefnd að við bara hafa kannski pínu okkar reynsla orðin á þessu kjörtímabili að þá pínu tínastau einhver staðar í kerfinu og ég geti nefnt hérna nokkuð mál sem að fengi samþykkt sem hefur sér verið vísað í nefnd og svo veit maður ekki alveg hvað varðum það verkefni. En þau ár sem ég hef setið í bæjarstjórn og hefur séð önnur sveitarfélög taka stærri skref í samtal við íbúa með hag barna að leiðarljósi, styrka þannig samstöðu og samtal foreldra á milli. Og langa með að nefna dæmi verkefni eins og Þorpið okkar og Horfumst í augu í Hafnarfirði og Börnin okkar í Mosfellsbæ. Þetta eru risastór átaksverkefni sem hefur verið farið í og ég tel ef við erum að fara í svona stórt átaksverkefni að við erum að nýta okkur þann mannu sem hérna inn á okkar menningar og markaðsteymi. Þarna erum við með sérfræðinga í svona málum og með mikla reynslu af markaðsmálum sem dæmi, af því þetta að mörguleyti markaðsmál. Þó að sjálfsögðu eigum við að vinna þetta í einhverju samstöðu við skólana og fræðslu og lýðheilsuráð. En við eigum líka sem bæjarstjórn að sýna að við höfum hug og hugrekki til að setja svona stórt mál á dagskrá og fylgja því svo bara þá eftir inn í fræðslu og lýðheilsuráði. En ég ætla bara að vera bjartsýn og vona að það verði koma eitthvað gott út úr þessu, en ég styð samt sem áður að við ákveðum bara að fara í þetta verkefni og svo verður umræðan tekin en ekki öfugt. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunnarlín Jóhannesdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti aðri bæjarfulltrúar. Ég hef staðið í bókaútgáfu í áratugi, það segir ykkur dæmisögu. Og því að nú getur, einhvern tímann þá skrifaði kona barnabók, hún var svona þykk, eða hvort hún var svona þykk. Svo kom önnur og hún var jafn þykk, svo kom þriðja. Og þá fór bókaútgefandi svona velta fyrir sig, þetta vil ég ná í þetta. Þetta allt og þykkt, börnin nenni ekki að lesa þetta. Jæja, svo þannig að það gekk manninum úr greipum, en það illa dómbæra það sem selst vel. Svo seldist þetta í milljóna upplægum víða veröld. Svona þykkar bækur fyrir börn og unglinga. Harry Potter, 7 bindi, takk fyrir. Þetta, hvað segir þetta okkur? Ef ekki bara stofna til verðlauna barnabækur og tengja nafnið Akureyrar. Það að gefa út góða barnabók, vel kynnta, það hefur miklu meiri áhrif en að bæjarstjórn fara, segi ég fyrir fram, ég ætla að fullera það, hefur kannski á röngastanda, gæti haft miklu meiri áhrif en einhvers konar svona átaksverkefni. Ég skal alveg viðurkenna það, að ég ætla ekki í frambúð aftur, að tillagan, hún er ögn hjákátleg í mínum eyrum. Það er sko verið að núna verið að leggja áherslu á það hér að við, bæjarstjórn Akureyrar, fara að gera nákvæmlega það sama og grunnskóla bæjarins að gera nákvæmlega það sama og foreldrar að gera, og ég vísa því algjörlega til föðurhúsa að það að lesa með barninu sínu hafi eitthvað að gera með efnahag. Ég hef aldrei verið hálaunar, ég hef alltaf lesið með mínu barni þegar ég var í námi, ég las með mínu barni. Ekkert með efnahag að gera. Ég hefði kosið að þessi tillaga hefði komið eins og reyndar meiri hlutin ætlar að leggja til, hún hefði komið fram í ráðum, fræðslu og lýð,
þar sem menn hefur getað svona rappað þetta svona sitt á hvað og leitt mér það fyrir sjónir að ég hef einfallega á röngu að standa þetta mál. Það þægilegri vettfangur að ræða svona stórt mál sem ég alveg reynda báðum áttum En allavega, ég veit ekki alltaf hvað rétt og hvað rangt og hvernig ég á að haga mér hér, en að þessum sögðu þá ætla ég að styðja það að þessu verði vísa frá og þá inn í fræðslu og líði eða annað það ráð sem okkur líst best á. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu. Orðið næsttektum máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, fórseti bæjarstjórnar og ákveðti bæjarfulltrúar. Ég verði ekki að koma upp þegar að tala um að til að sé hjákátleg, Það alveg rétt að við getum, mál geta farið ólíka leiðir og við getum verið ósammála hvaða leiðir málega að fara. En við kannski, bara taka, tvennt fram, svo sem ekkert fleira. Fræðslu og lýðheilsuráð, já, þetta sannarlega nátengt því sem skólanir okkar að gera og þar með ráðið, en tillagan eins og hún sett fram snýst hvernig við styðjum við það. Af því ég held ég hafi nú gert ágætlega grein fyrir því, fyrir þessari hugmynd að ég held að sé nauðsynlegt að við styðjum við það. Þannig að þetta ekki bara mál skólana, heldur komum við aðeins úr einhverju annari átt til þess að ná betri árangri. Það kannski atriði númer 1. Atriði númer 2 því að bæjarfulltrúi Jón Hjaltason stingunu upp á einni aðferð. Ég bara minni á að í þessari tillögu þá ekki talað hvaða leiðir við eigum að fara. Heldur nefni ég ákveðna aðila sem að ég nokkuð vissum að myndu fagna því að fá að taka þátt í svona átaksverkefni og þetta miklu hugmyndaríkari aðilar heldur en við Jón Hjaltason. Þannig að við vitum ekki hvaða tillögur kæmu, kannski tillögur bókaverðlaun, en ég kannski segja nú samt að íslenska barnabækur við eigum margar góða barnabókahöfunda og þeir eru velkynntir og kannski væru þeir með okkur í þessu átaki og ég mér finnst það reyndar ekkit ólíklegt að við fengjum þannig aðstóð, en meira það ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnin, gefa mér orðið. Málstekur bæjarfulltrúi Halla Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líkt og aðrir að þakka bæjarfulltrúi Gunnari Már fyrir að setja málið á dagskrá og vekja athygli á íslenskunni og því að við gerum það sem við getum sem samfélag til þess að efla íslensku og styðja við börnin. Ég mun náttúrulega eins og meirihlutin hefur lagt til styðja það að þessar umræður verði vísa en í fræðsluráð. Aðalega vegna þess að þegar þetta kom upp og þú og bæjarfulltrúi Gunnar setti málið á dagskrá þá hugsaði ég, já, það ekkert annað sem ég get ekki við bara verið sammála og við þurfum að styðja. En þetta leiðin? Ég hef ekki hugmynd það. Maður þarf miklu meira samtal við það fagfólk sem við erum, að því að bæjarfulltrúi Gunnar kom líka inn á það núna í seinni ræðinni að við ættum sem bæjarstjórn að styðja við með fjárframlögum eða eitthvað svoleiðis. Við erum auðvitað alla daga að styðja við skólan okkar. Við erum að setja af stað alls konar verkefni. Það verið að gera fullt, ætla ég að leyfa mér að segja, til þess að efla íslensku og kunnáttu barna sérstaklega. Og það sem ég hef mestar áhyggjur af, hvað varðar svona börn og þeirra aðgengi að þá íslensku bókmenntum eða bara að það sé lesi fyrir þau og svo framvegis. Það eru kannski börn innflytjenda eða þeir sem eru með annað tungumál sem móðumál. Og aðferði til þess að koma þeim betur inn í samfélagið og þeirra foreldrum og svo framvegis, ég held að það sé mikilvægt. Það er alls konar mikilvægt að gera til þess að efla íslensku svona heilt yfir. Við erum auðvitað alltaf með enskuna öll sömul
dynjandi yfir okkur allan daginn og börnin okkar vissulega farin að telja á ensku og svo framvegis kannski jafnvel áður en að telja á íslensku. Þannig að það er alls konar hætta sem steðjar að íslenskunni og hvort að þessi leið þannig að þá bara treysti ég mér ekki til þess að taka þá ákvörðun hér og nú í bæjarstjórn. Þannig að mér finnst þessi umræða inn í fagráðinu eins og bæjarfulltrúi Lára kom inn á umræðan þessa tillögu og þetta verkefni sé best geimt þar eða það er eiginlega að fara fram með því fagfólki sem þar. Bókasöfnin okkar hafa verið að gera helling til þess að efla lestur. Það eru gefnar út fleiri 100 bækur á íslensku ári hverju, þannig ekki vantar efnið. Og hver er leiðin? Og svo vil ég aðeins taka undir, ég held að það verið bæjarfulltrúi Sindri sem kom inn á gæðastundum með börnum og það að fara inn á tíma heimilana með börnunum, af því að tillagan svolítið felur það í sér að við ætlum að hvetja heimilin til þess að verja meiri tíma í lestur. Allavega var það þannig þegar það er svolítið langt síðan reyndar að mína stelpur voru í grunnskóla að þá var heimalestur, korter á dag, ég man ekki hvað það var sem að börnin átt að lesa og bæta við einhver inn á heimilin þegar börn eru búin að vera á sínum 8 tíma vinnudegi með fagfólk yfir eða handleiðslu fagfólks innan skólakerfisins hjá okkur. Finnst mér svona kannski sem bæjarstjórn eigum ekkert að vera kannski skipta okkur mikið við en hvort við eigum að styðja við það sem fyrir gert, jafnvel að vera með verðlaunasamkeppni fyrir barnabókahöfunda og svo framvegis, veit það ekki. En svo umræða sannarlega heima í fræðslu og lýðheilsuræði. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björnsdóttur fyrir ekki að stjórna fundinum. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, takk fyrir mjög góða umræðu. En mér finnst umræðan hérna núna verið farin að snúast bara umræðina menntamál í dag, að skólarnir eigi að redda öllu. Hér er umræða að við séum að setja mikið fjármagn í skólana, þeir séu að gera ýmislegt, en þetta bara samfélagsmál. Skólinn ekki að fara að redda þeirri stöðu sem við erum í dag. Þetta þurfum við að gera saman sem samfélag og við getum sem bæjarstjórn tekið ákvörðun það að fara í þá vegferð saman. Auðvitað tökum við samtal við skólastjórnendur en við lítum á þetta sem viðbót við skólastarf og við sem að aðstoða kennara á gólfinu sem eru bara komnir í pínu öngstræti með íslenska tungumálið og að eiga í samræðum við börn og fleira og við vitum það alveg og við heyrum það að skólastjórar að tala að börn og leikskóla aldrei sé að leika sér saman á ensku sem eru íslensk. Við erum komin í þá stöðu. Þannig að ætla bara skólunum að redda þessu, það bara ekki boði. Þannig að verum hugrökk og gerum eitthvað, vekjum athygli. Ég held líka að við þurfum að vekja smá athygli á hvað við erum að gera. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir í lokimálsinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er mjög lífleg umræða og góð. Ég kem hérna kannski upp aðeins eins og bæjarfulltrúi Gunnar Már, svona pínu til þess að bregðast við ræðu bæjarfulltrúans Jóns Hjaltarssonar áðan, hann svona gerði líkja og leysina í sinni ræðu til að svona nýti okkur báða. Gunnar er búin að svara fyrir sig og ég ætla svona aðeins að fá kannski að svara fyrir mig. Það er þetta með að hafna því alfarið að það sé efnahagsstaða, þjóðfélagsstaða þín hafi áhrif á hvernig þú getur sinnt börnunum þínum að hafna því alfarið er sjónarmið sem ég skil ekki, en ég ætla þá bara að grípa hérna niður í ræðinu minni áðan þegar ég stiklaði hann svona pínu stóru af því að hér var ég með upplistað nokkra þjóðfélagshópa sem ég tiltók sérstaklega efnaminna fólk. Hér á ég við foreldra og annað forráðafólk sem er mikilvægt að tala líka, sem þurfa að vinna mikið kvöld, nætur og jafnvel helgar til þess eins að ná endum saman. Það er bara staðreynd í okkar samfélagi í dag.
Og þessi hópur hefur einfallega bara minni tíma og minna rými heima fyrir til þess að setjast niður með barninu eftir langan vinnudag og lesa. Og það átak eins og þetta sem er lagt til hérna, sem einmitt held ég til þess fallið að aðstoða þessa hópa við að sinna þessu mikilvæga hlutverki. Bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi einmitt fólk af erlendum uppruna hérna áðan. Og þetta hópur sem glímir við það að einhverju leyti, þá áskorun, að það bæði að læra íslensku og aðlagast nýju og ef til framandi samfélagi, en á börn í samfélaginu sem við viljum að standi í jafnfætis börnum af þessum íslensku uppruna. Þannig þetta var kannski bara rétt svona kemur upp aðeins bara til að gera betur grein fyrir þessu og aðstoða bæjarfulltrúa Jón Hjaltason til að skilja hvað að fara betur. Takk. Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson, lokimáli sinna orðið laust. Næst tekur til Páls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má fyrir að koma með þessu umræðu hérna. Eftir að hafa hlustað á umræðina þá fór ég að velta því fyrir mér hvort að minn lesskilningur væri eitthvað skertur, af því að eins og ég skil tillöguna þá snýst tillagan einmitt ekki það að færa auknar byrðar á skólastjórnendur eða skóla. Staðan sú að líkt og Gunnar Már bæjarfulltrúi kemur inn á í grein sinni að helmingur drengja getur ekki lesið til gagns í Íslandi neðst Norrlandana þegar kemur að lesskilningi nemanda og staðan sú að fá þátttökuríki í PISA var lækkað jafn mikið frá síðustu aldamótum. Þetta eru staðreyndir sem við erum að vinna með. Ég held að skólakerfið sé að gera allt sem það getur, en ég held að þetta sé einmitt samfélagslegt verkefni og svona í raun og veru ákveðið velferðarverkefni. Bæjarfulltrúi Sindri kom inn á misjafna stöðu fólks. Streita í samfélaginu hefur gífurlega mikil áhrif á það hvernig við komum til móts við börnin okkar og hvernig við hugsum þau að gefa okkur tíma í að setjast niður með þeim og lesa eða eitthvað annað. Þannig að eins og ég skil tillöguna þá skil ég hana þannig að þetta sé einhvers konar vitundavakningu og átaki því að við bara sem samfélagi heild gerum betur þegar að þessu kemur. Hér ekki verið að tala háar fjárhæðir en þegar allt kemur til alls þá held ég að væri gott að ná utan það sem við erum nú þegar að gera utan við skólana þegar að kemur að læsi og samverustundum og hvernig við getum einhvern veginn þróa það áfram og gert þetta saman. Þess vegna styð ég tillögu Gunnars Más. Ég skil þó alveg að meirihlutinn vilji senda þessu umræðin í fræðslu og lýðheilsuráð en hef sömu áhyggjur og bæjarfulltrúi Sunna að þetta einhvern veginn sofni þar og verði í raun og veru ekki sú tillaga sem við erum að ræða hér heldur fari einhvern veginn bara inn á og verði alfarið á ábyrgð skóla. Takk. Bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokimáli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það, forseti bæjarstjórnar, ákveðti bæjarfulltrúar. Ég getum örugglega sagt ýmislegt en langaði bara koma inn upp og fyrirbyggja mögulega misskilning að því við erum líka að tala börn sem eiga að foreldra erlendum uppruna að þegar ég tala og það kemur nú fram í pistlinum held ég en þegar ég tala bæði lestur og spjall að þá ég alltaf að hugsa móðumálið því að það grunnur barnanna. Það móðumálið. Þannig að ég ekki að tala og það auðvitað undirstaða þeirra barna líka þegar kemur að íslensku námi. Þannig að bara fyrirbyggja þann hugsanlega misskilninga að ég sé að leggja kvaðir á íbúa okkar sem erlendum uppruna að þeir lesi á íslensku. Það ekki hugmyndin. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokimáli sinni orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti aðrir bæjarfulltrúar.
mér fannst þetta gott hjá bæjarfulltrúi Gunnari að senda mér píluna tilbaka varðandi bókaútgáfuna. Það var góður punktur hjá honum og mér mátulegt fyrir óviðeigandi lýsingarorðum þessa vel orðuðu tillögu. Ég vil sérstaklega lesa það sem í henni stendur. Þar sem Gunnar bendir okkur á að við hefum að gefa okkur góða stund á hverjum degi og tala við börnin okkar. Þetta held ég að sé, já þetta næstu því að segja kjarnin í því sem hann, já allavega eins og ég les tillöguna, þetta málið og þess vegna get ég ekki staðist freistinguna, ég veit að ég fæ alltaf skömm í hattinn fyrir að nefna það, að drögum úr mikilvægi skólamáltíða, gerum hana að algjöri auka máltíð dagsins, þannig að kvöldverðurinn verði aðalmáltíðin, alltaf og ætíð, þá verði heitimaturinn og þá kemur fjölskyldan saman. Mér finnst nefnilega þarna ekki farið saman orð og athafnir þegar við leggjum sífellt ríkari eða leggjum rík áherslu á þennan hádegisverð að hann skuli vera við allra hæfi, hann skuli vera heitur, góður og við ætlum okkar matráðum að ráða við 400 manna hóp þar sem þessi vill þetta og hinn vill hitt og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Þannig að með því einfaldlega að gera þetta algjör aukamáltíð, gera þetta mjög einfaldir máltíð, að þá erum við að stuðla að því að fjölskyldan komi saman til kvöldverðar. Og ég veit að sumir hafa haldið að ég væri eitthvað að grínast með þetta, en mér þetta svoleiðis hjartansmál og mér finnst þetta svo röklegt að það gefi augaleið að þessa leið eigum við að fara, augaleið. Og aftur, ég vil bara þakka Gunnari fyrir þessi góðu orð að við eigum að tala við börnin okkar og gera það á hverjum degi. Og þakka einnig fyrir að senda mér tilbaka pílun á það. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki máli sínu orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögu bæjarfulltrúa Gunnars Más gefumerki. Það eru 4, þeir sem eru á móti. Það eru 6. Þeir sem geta samþykkt tillögu meirihlutans að vísa þessu inn í fræðslu og lýðheilsuráð gefumerki. Það eru 7, þeir sem eru á móti og 4 sitja hjá.